Hefur maður eitthvað tíma stoppað og velti fyrir sér hvort hljóð, já bara hljóð, geti haft raunverulegan, mælanlegan kraft? Í þessari umfjörðlung ætlum að kafa ofan í forna visku með augum nútímans. Við ætlum að skoða vísindin á bakvið eina af elstu og virtustu mantrum heims, Gayatri mantruna, og reyna að skilja hvernig hljóð, hugsun og jafnvel alheimurinn gætu fléttast saman á hátt sem kemur kannski á óvart. Leggjum af stað í þetta ferðalag saman. Og áður en við höldum lengrar, þá mikilvægt að halda því til haga að öll þessi greining og þessar hugsanir eru innblásnar af og byggja á hennum guðdómlegu bókmenntum Pandit Sri Ram Sharma Acharyaji. Það sá grunnur sem við stöndum á. Jæja, kíkjum aðeins á hvað við erum að fara að skoða. Við byrjum á að rýna í kraftinn sem sagður búa í helgu hljóði. Svo skoðum við þá áhugaverðu líkingu að mantran virki eins og eitthvað konar andlega aflvél. Þaðan færum okkur út í geiminn og hlustum á kosmíska sinfóníu, kunnum svo hið víðfeðma hafhugans og reynum að skilja orkuna sem býr í ásetningunum. Og að lokum fylgjumst við með hvernig þessi orka snýr aftur til okkar, mögnuð og umbreytt. Ok, byrjum á byrjuninni. Kraftur hins helga hljóðs. Hvernig í ósköpunum geta orð, eða jafnvel bara hljóðbylgjur, haft einhver raunverulegu mælanlegu áhrif á okkur og heiminn í kringum okkur? Sko, kjarninn í þessu sá að vediskar möntrur eru ekki bara tóm orð. Það eru taldar vera burðarásar gríðarlegrar orku í formi títrings. Þessi orka svo mögnuð upp af tveimur lykilþáttum, annars vegar lífsorkunni sem kalluð pranja og hins vegar lífrænu rafmagni sem þegar til staðar í okkar eigin líkama. Og það sem kannski mikilvægast af öllu, hreinar hugsanir og tilfinningar þess sem iðkar, sataka, eru sagðar vera algjörlega nauðsynlegur magnari í öllu þessu ferli. Og þegar talað prænja, þá einfaldlega átt við þessa lífsnauðsynlega andlegu orku, þennan ósynnilega kraft sem talin vera lífgjöfi allt sem Gayatri mantran sögð einstök vegna þess að kraftur hennar ekki kyrrstæður, nei, hann í stöðugri útvíkun. Hugmyndin nefnilega sú að því að bókstaflega milljónir manna hafa iðkað hana í þúsundir ára, þá hefur hún safnað í sig ótrúlegri sameiginlegri orku sem heldur áfram að vaxa með hverri einustu endurtekningu. Jæja, og þetta leiðir okkur beint að næstu pælingu þar sem möndrunni líkt við afurvél. Sem sagt öflugt tæki til að búa til orku. Sko, þetta virkilega flott samlíking. Alveg svo stöðug hringhreyfing í mótor býr til rafmagn talið að endurtekin möntrun, sem þekkt sem japa, skapi hringlaga hljóðhreyfingu. Þessi hringhreyfing myndar svo öflugan miðflóttakraft sem á endanum losar úr læðingi þann dulda kraft sem býr í hljóðinu sjálfu. En þessi orka ekki bara eitthvað sem bundið við þann sem iðkar. Hún sögð tengjast miklu stærra kerfi. Við getum kallað það kosmíska symfóníu alheimsins. Samkvæmt þessari kenningu þá framleiða allar reikistjörnur vegna síns gríðarlega massa og hraða djúpt drúnandi hljóð. Samanlagt mynda öll þessi hljóð það sem kallað kosmíska hljóðið. Þetta sagt vera birtingamynd Shabda sem frumþáttur alls hljóðs í alheiminum. Þessi grunnorka jafnvel talin vera drifkrafturinn á bakvið allar náttúrulegar hreyfingar í heiminum. Og hér kemur svo tengingin. Gayatri mantran samsett úr 24 sérstökum atkvæðum. Í þessari heimspeki því haldið fram að hvert einasta atkvæði sé hannað til að titra í nákvæmlega réttri tíðni með einum af 24 andlegum orkukjörnum í líkamanum. Þannig hér smáa, manneskjan, tengt við hið stóra, alheiminn. Ok, færum okkur núna yfir í hugan sjálfan, en lítum á hann ekki sem eitthvað einangrað fyrirbæri, heldur sem hluta af víðáttumiklu og tengdu hafi. Í heimildinni notuð þessi rosalega fallega líking að alheimurinn sé eins og risastór tjörn á nokkura landamæra. Hreinlega óendalegt haf eters. Prófum að sjá þetta fyrir okkur. Hugsanir okkar og tilfinningar eins og steinar sem við köstum út í þessa kosmísku tjörn. Hver einasta hugsun myndar gárur, bylgjur sem ferðast út þetta takmarkalausa haf. Og málið þar sem þetta haf endalaust og þar með hringlaga í vissum skilningi, þá hverfa þessar bylgjur ekki bara út í buskan. Nei, þeir ferðast út, ná að lokum einhverjum ímynduðum jaðri og snúa svo aftur, beint til upprunastaðarins sem hugurinn sem sendi þær af stað í upphafi. En það samt ekki nóg að senda bara eitthvað frá sér, hvort sem það hljóð eða hugsun. Það ásetningunin á bakvið það sem sagður, gefa sendingunni raunverulegan kraft. Hér eitt alveg frábært dæmi til að útskýra þetta. Ímyndum okkur að klappa einhverjum á bakið.
Vingjarlegt klapp bara líkamlega aðtögn. En hvað með reiðilegt klapp? Það allt annað mál. Það laðið andlegum krafti með rafmagnaðri hleðslu beint frá huga okkar. Fyrra klappið veldur kannski lítlum viðbröðum, en það seinna, það getur valdið sársauka og kallar og sterk viðbröð. Hér sést svart á hvítu munurinn á athöfn með og án ásetnings. Þetta sýnir okkur sem sagt að til þess að menntröðkun sé árangursrík ekki lítið til veraldlegra velgengni eða hversu klár maður er. Það sem raunverulega skiptumáli eru eiginleikar eins og hreinleiki í huga og verki, andlegur styrkur og síðast en ekki síst djúpstæð trú eða það sem kallað írada. Jæja, og þá við komin að loka hringnum. Hvað gerist eiginlega þegar þessar orkuhlaðni bylgjur sem við sendum frá okkur snúa aftur? Sko, á þessu ferðalagi sínu út í kosmíska hafið og tilbaka þá snúa hugsanabylgjurnar ekki bara aftur ógreitar. Þær eru sagðar magnast upp af fornum yfirnáttúrulegum orkusviðum sem þegar eru til staðar. Þetta eins og þeir fái metbýr frá sameiginlegri orku óteljandi annara sem hafa hugsað og iðgað á svipaðan hátt í gennum aldirnar. Og hér liggur ávinningurinn. Þegar þessar númun magnaðri bylgjur snúa aftur til upprunans, sem hugur iðkandans, þá koma þar með aukinn kraft. Þessi endurkoma talin efla andlegan þroska og auka heildar orku viðkomandi, bæði líkamlega og andlega. Þetta í raun endurgjöf frá alheiminum sjálfum. Og þessi hugmynd að það sem við sendum frá okkur komi aftur til okkar, hún endurspeglast víða. En svo Dalai Lama sagði, hamingjan ekki eitthvað tilbúið, hún kemur frá eigin gjörðum. Að lokum eða kannski sjónahornið sem reiðir róslutum. Hvort sem maður lítur á þetta bókstaflega eða í yfirferð við merkingu, þá undirliggjandi hugmyndin sú sama. Orkan sem við sendum út í heiminn, hvort sem hún í gegnum hljóð, hugsun eða verk, hefur tilhneigingu til að finna leiðina heim aftur. Spurningin sem stendur þá frammi fyrir einföld. Hvaða bylgjur veljum við að senda frá okkur í dag? Takk fyrir samfélgina.